Jæja, ég vaknaði klukkan 9 í morgun og fór í test klukkan 10, korter yfir 10 og ég var neikvæður, ekki með þessa veiru sem að ganga og þannig að ég er kominn á Lánsinn og er á leiðinni fyrsta skrefið til New York. Af hverju? Af því ég elska New York. Jæja, þetta er í boði til Lánsinn. En ég er að fara að fá mig svona. Er það nokkuð bannað? Svona. Svo tek ég svona bara. Og svona. Það var opinn og svo er það hérna og hann er svona gulrótar, þú veist. Svo er þetta gulrótar súpan. Og maður verður að vera með grímuna til að passa sig. Æðislegt veður, en nefnilega óvenjulega gott veður hérna í New York þó í apríl, föstudagurinn langi, sko. Og þetta er bara ein af mínum bestu borgum. Það er New York City. Og hérna geta reglur, sko. Hérna máttu ekki vera með opna bjórdollu eða eitthvað svona. Annars getur átt von á því að fá Karate Kid á þau, sko. Og bara sparka dósinni þannig að hún flýgur bara lengst. Þannig að það er eins gott að haga sér. Ég er nú farin að mótast, sko. Farin að þroskast og er ekki þessi ungi vitleysi eins og áður fyrr. Núna er ég farin að njóta mín miklu betur. Búin að fara út allan heim og maður finnur að þetta tekur allt á. Því að maður eldist líka. Og ég ætla að fylgjast enn með.
og verið velkomin í þáttinn hjá Ara. Nú er ég komin upp á lestarstöð sem er búið að breyta í göngustöð og fyrir grænan þrótt. Ég er rosalega græn sál og ég vil hafa allt frekar grænt í kringum. Þess vegna erum við hér núna stödd og nú er ég að kynna mér aðstæður hérna. Takk fyrir. Jæja, núna er ég búinn að leyfa ykkur að sjá smá af því sem ég gerði í dag í New York og kvöldið er bara rétt að byrja. Þannig að ég ætla bara að leyfa ykkur að fylgjast með því seinna meir. En já, ég fór labbaði bara í kringum bara Manhattan og var að skoða og lestarstöðina sem er búið að breyta í garð þannig að fólk getur fara að labba og nota þetta svona útivistarsvæði fyrir fólk bara út af því að New York búa yfirleitt í mjög smáum íbúðum og mjög óhentugar íbúðir fyrir mig. Þannig að þess vegna gæti ég aldrei búið hérna. Jú, ef ég væri milljarðamæringur þá myndi ég kaupa náttúrulega efstu hæðina og já, með heitan pott og svona og 300 fermetrar allavega. Sko, já, það var góð hugmynd. En ég er að fara í Shooting Festival hjá Krokkers og þar hittast mjög margir frægir YouTuberar sem eru off-grid. Og off-grid það er svona bara fólk sem vill lifa lífinu bara, kaupi jörð og er bara með sólarpanel og vill kjósa að lifa bara simple life. Þú veist, bara auðvelt líf, sko. Þú veist, þá geta bara þau borga kannski mikið fyrir að gera sólar eða vindorku eða eitthvað og svo bora þau bara niður fyrir vatni. Þannig að þau geta búið til sitt eigið hús og það þarf enginn að spá í því hvernig þeirra lífstíll er nema þau deli sjálf. Og það er ógeðslega gaman að fylgjast með þessu og ég hef svolítið mikið áhuga á þessu. Ég er búinn að vera að fylgjast með þessu í nokkur ár og ég bara lét vaða, ok, ég ætla bara að kíkja á þetta. Þú veist, ég nenni ekki að vera að fara á eitthvað svona Tana eða TanaCon eða Con eitthvað sem YouTube er með. En það er bara mitt álit, sko. En svo var ég líka bara ágætt ef einhver myndi vilja að skrifa hvað ég er að segja af því að það er svo margir sem vita ekkert hvað ég er að segja á ensku af því ég tala bara íslensku og ég hef alltaf ákveðið að vera með þann stíl að tala íslensku því að íslenskan okkar er svo dýrmæt. Það er bara málið. Við sjáumst á morgun.